Verið velkomin á hótelherbyggi til mín. Ok. Hér höfum við nýja tunglið í Hrúti. Maður má segja bæði, ég er búin að kíkja. Hérna er sólin, hérna er tunglið, hérna er Kæron. Þau eru öll saman, sko. Sólin og tunglið saman, þá er nýtt tungl. Hérna er Kæron, hann er 1 gráðu frá sem því að hann er líka með í rauninni. Orkan, þú veist, er að blandast svolítið saman. Svo er hérna Saturnus, Mars, Merkurius og Neptunus. Öll líka í Hrúti. Ég er ekki að fara að tala mikið um þau út af því þau eru, þú veist, hérna eru 20 gráður á milli, skiljurðu. Það er ekki að, orkan er ekki svona að blandast og verða að einu. Þótt að orkan sé líka í Hrút. Saturnus er að hvetja ykkur að taka ábyrgð í Hrúti. Mars er drifkraftur og hugrekki. Mars er plánundar sem stjórnar Hrútnum. Ok, Merkurius, fjólubláu hérna. Hann eru samskiptin okkar, Hrúti. Og Neptunus er að fara að vera lengi í Hrút og Neptunus eru draumar og fantasíur og allt sem við getum ekki útskýrt með, eða við getum kannski útskýrt það með orðum, þetta ég er pínu erfitt með það, en það snýst allt svona sem við getum ekki útskýrt, þetta er ekki veraldlegt, við getum ekki snert þetta. Innsæi, það er eitthvað svona við getum ekki útskýrt af hverju okkur líður eitthvað, nei, okkur bara líður þannig. Við vitum eitthvað án þess að vita af hverju við vitum það, fatið. Ok, þetta er pínu svona bara svo við vitið eitthvað smá pláneturnar og það eru öll í Hrúti og Hrútur er núna, nei ekki núna, bara alltaf. Orka Hrútsins snýst það að vera sjálfstæður, að vera fyrstur. Hann er fyrsta merkið. Þannig að þegar við fórum inn í Hrútatíð þá byrjaði nýtt stjörnuspeki ár. Ok, sem er svolítið skemmtilegt. Ég er að drekka Singa Pink Lemon Soda, sugar free. Nei, zero sugar stendur. Þetta er mjög gott, þetta er eins og, ég nenni ekki útskrifa hvað þetta er eins og. Þau verður bara að smakka þetta og finna út úr því. Já, Hrúturinn er fyrstur og hann ber öll einkenni þess að vera fyrstur. Hann snýst það og Hrúturinn er hérna til þess að læra að vera sjálfstæður, að vera sinn einstaklingur, að fá að fylgja sínu og gera sitt og hann þarf að fá að gera sitt og læra af sínum eigin mistökum. Hrúturinn er ekki að fara að læra af reynslu annara, hann er alltaf bara að fara að læra af sinni eigin reynslu. Ok, þannig að það er svolítið mikið og Hrúturinn, það er svo mikill drifkraftur og hann er svo mikið, hann getur verið svolítið aggressífur, skilur, en það er svo mikill kraftur, það er svo mikill eldmóður sem fylgir Hrútnum og maður þarf svolítið að nýta orkuna og það er svo mikil orka í Hrút að það er svo gott tækifæri til þess að, þú veist, gera eitthvað. En ef maður er ekkert endilega með eitthvað svona sem maður vill nýta orkuna í, þá getur orkan verið svolítið óþægileg. Og þetta er svo mikill kraftur einhvern veginn. Með nýja tunglið saman, nú ætlum ég að tala um það. Ok. Sorry, ég þurfti að gera eitt. Með nýja tunglið, nýtt tungl er nýtt uppaf. Þetta er, nýja tunglið setur tóninn fyrir tunglmánuðinn. Þannig að þangað til að næsta nýja tungl byrjar. Og nýja tunglið er góður tími til þess að setja sér ný markmið eða prófa eitthvað nýtt, gera eitthvað nýtt, fatið. Með nýja tunglið í Hrúti að setja tóninn fyrir næsta mánuð sem er að fara að vera nautatíð, by the way, út af því að sólin er alveg að fara yfir naut, sjáu. 27 og svo byrjar í 0 gráðum, þannig að 28, 29, 0. Þá var hann farin yfir 20. Allavega, nýja tunglið í Hrút er að hvetja ykkur til þess að þora að vera við sjálf. Og nú ætla ég að tala um hennan græna hérna. Okay.
þetta eru smá púsl sem ég þarf að kynna ykkur fyrir áður en ég get sett þetta saman. Allt er læg? Þessi hérna græni, þetta er Chiron. Hann snýst sár og í persónulegu kortunum okkar þá, og hann er ekki alltaf í hrútspatti, þá táknar hann einhver sár sem við tökum með okkur úr fyrra lífi eða upplifum í barnæsku eða snemma, oftast bæði, sem að þetta er einhver sár sem að fylgja okkur og það er ekki hægt að líta framhjá þeim einhvern veginn. Við munum vita af þeim í rauninni og það er ekkert endilega víst að við munum vita akkurat hvaðan þeir koma eða af hverju, en Chiron er kallaður The Wounded Healer og það er út af þessi sár, þeim fylgir líka ótrúlega mikill læknunar kraftur. Ég ætla bara að segja það lækningarmáttur frekar, kannski segir maður það. Og það, ok, segjum sér svo með eins og núna Chiron, þetta er öðruvísi í persónulega kortunum okkar, ok, þá er þetta svona persónulegra. Núna er Chiron búin að vera í hrút síðan held ég 2018, hann er mjög lengi að fara hring, sko, en þá er hann að hvetja okkur öll svolítið til þess að horfast í augu við sárin sem við höfum við það að vera okkar eigin einstaklingar. Að vera öll sárin sem gætu verið tengd við hrútaorkuna. Það getur verið til dæmis hrædd við að sýna sjálfstæði, hrædd við að standa upp og biðja það sem ég vil, einhver hræðsla við það, einhver sár í tengslum við það að kannski standa út úr hópnum eða bara fylgja sínu ef mig langar að vinna við eitthvað sem ekki allir vilja vinna við eða kannski öðrum finnst það skrítið, þá vill Chiron í hrút að ég horfi á það og spyrji af hverju og reyna að finna hugrekkið til þess að gera það samt, fatti. Það getur líka verið einhver sár í tengslum við það að annarkvort að pæla of mikið í öðrum eða pæla ekkert í öðrum. Það getur líka verið skuggahlið hrútsins að pæla ekkert í því sem öðrum finnst, fatti. Og í tengslu við nýja tungli núna, út af því þau eru öll innan saman, finnst mér þetta að vera svo mikið svona tækifæri til þess að prófa núna. Tækifæri til þess að vera bara hugrökk og prófa bara að taka af skarið og vera bara ok, þetta hræðir mig kannski en nú ætlum ég bara að gera það og ég get ekki vita hvernig eitthvað fer nema ég prófi það og sjáu bara hvernig það fer. Út af því ég get ekkert vitað, það getur enginn vitað hvernig eitthvað fer, við getum giskað, það er ekki fræðilegur að vita það er ekki hægt að vita nema það gerist og það er ekki að fara að gerast ef við gerum það ekki, fattu þið? Þannig mér finnst, ég er aðeins að færa mig. Mér finnst þetta nýja tungl vera svo mikið það. Þetta er svo mikið þetta hugrekki til þess að gera eitthvað nýtt. Segja, nei, mér langar ekki fyrir bíó, mér langar að fóra að skauta. Það gæti verið eitthvað það lítið, það gæti verið eitthvað stærra, ég veit það ekki. Og svo skiptir líka smá máli, ef maður vill svona, það skiptir ekkert endilega máli, en ef maður vill skoða þetta persónulegra, þá myndi maður skoða hvar tunglið er í þínu korti, fatti. Þannig eins og hjá mér, þá er þetta tungl á Júpíter. Júpíter minn væri þá svona hér, ef ég set kortið mitt fyrir innan, sem ég ætla ekki að sýna ykkur. En það er það sem var svo mikið svona, ok, ég á bara hætt á TikTok. Út af því ég er með Júpíter, ok, ég skal segja ykkur, ég er með Júpíter í hrút í 10. húsi og Júpíter stækkar allt sem hann snertir og Júpíter er svona, stækkar allt sem hann snertir, getur verið mikil heppni, getur verið mikil óheppni líka, fer eftir hvernig maður nýtir það. En hann var í hrút, eða er í hrút, hrúturinn snýst að gera það sem maður vill og í 10. húsi þá snýst það að svona
hvernig það tengist í hvernig ég birti mig opinberlega eða tengist atvinnu eða einhver frami eða svona opinberlegt, fattiði. Og ég sá þetta allt á Júpiternum mínum og ég var bara, já, mér finnst ekki gaman á TikTok. Og ef mér finnst ekki gaman að gera eitthvað, þá á ég ekki verið að gera það. Þannig að ég var að sýna mjög mikið hugrekki með því að hætta á TikTok. Og ég er mjög stolt af mér og takk fyrir að vera stolt af mér líka. Ég kann að meta, kæru vinir. Og svo er ég að posta á YouTube greinilega í staðinn eða eitthvað. Það er líka mjög mikið hugrekki. Takk fyrir. Svo gæti ég verið með, þetta tungl hérna og hrúturinn er kannski þriðja húsi hjá okkur og þá verða mögulega að sýna hugrekki í tengslu við samskipti, að biðja það sem þú vilt eða segja nei eða segja já eða vera skýr í samskiptum, sýna eitthvað hugrekki þar. Ef það væri í 5. húsi þá væri það mögulega tengt sköpun eða kynlífi eða leik og gleði og börnum. Það getur verið alls konar. Í 7. húsi væri það mögulega tengt samböndum, persónulegum samböndum. Þurfa ekki að vera rómantísk en bara svona persónuleg sambönd. 11. húsi væri þetta tengt í að sýna hugrekki í samfélaginu, í tengslu við hópa og vinahópa og samfélagið og svona, hvernig maður passar inn í svona aðeins stærra samhengi einhvern veginn. Það er mismunandi einmitt hvar þetta tungl lendir í þínu korti. En mér finnst þetta aðalega að vera bara að þora að prófa, að þora að gera eitthvað nýtt, að þora að setja sig í fyrsta sæti, skilurðu, eða mögulega er þetta að þora að vera opinn fyrir skoðunum annara, eða það er ekkert endilega að maður þorir ekki að setja nei, skuggahlið hrútsins, segja nei, skuggahlið hrútsins getur líka verið að hlusta ekki á það sem aðrir segja, pæla ekki í hvernig áhrif eitthvað hefur á aðra, fattiði. Kannski er þetta nýleið til þess að koma reiðinu frá þér, kannski, það getur verið svo mikið, en þetta er eitthvað svona, eitthvað nýtt. En það tengist hugrekki að það er bara mismunandi hvað okkur finnst erfitt og þá hvar við þurfum og hvenær við þurfum að vera að sýna þetta hugrekki. Ok, allavega. Heilt yfir hef ég það að segja að vera hugrekk og vera góð og vera sæt og vera fín. Og ég ætla ekki að útskýra meir. Ok, bye! Vonandi fer þetta vel í ykkur og vonandi er ógeðslega hugrekk. Love you guys!